Góðan daginn og velkomin í þátt númer 111 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er mánudagurinn 16. maí 2021. Ljúft veður og bara sumarhanda með hornið, það ekki? Mig er að finna á Ravelry og Instagram sem Helga A71. Og svo er ég með like síðu á Facebook sem eru verkefnatöskur Helgu / sokkasnákar Helgu. Og það er hægt að senda mér skilaboð á öllum þessum 3 stöðum. Ef eitthvað er. Og svo náttúrulega hér fyrir neðan. Í dag eru það klár, verk í vinnslu, hvað er á döfinni, hvað þetta póka og allt þetta hefðbundna bara. Þannig ég held að sé svo sem ekkert eftir neinu að bíða. En klárin eru 2 og þau eru eins. Svo hvort ekki kragar. En fyrst er það kraginn eftir hana Amy hjá Stranded. Og þetta er eiginlega bara svona, hún gefur mann bara leiðbeiningar hvernig hvað hún fitja upp á mörgum lykkjum og hvað hún notaði mikið í hverja umferð. Afsakið mig, minnir að hún hafi fitjað upp á 100 lykkjum og ég er nefnilega búin með, ég fann að þurfa að ég var að búa mig til Excel-skjal í tölvuna því að kláru verkefni í þessari bók. Ég er búin með það pláss. Já, þetta er 100 lykkjur sem ég fitjaði upp á svona heklað uppfit svo ég geti lykkjað saman í restina á 3,5 mm prjóna og það var rúmlega 100 grömm af aðalitnum, þessi sem kemur alltaf á milli, þessi grái. Og það var Baby Panda frá Ráma, minn mig, sem ég notaði, sem er svona bara Baby Merinogat, rosalega fínt. Og svo er þetta bara 24 hespur. Og þetta miðast við 5 gramma hespur. Og það eru 11 umferðir, þannig að það er alltaf 11 umferðir gráa, 11 af þessum. Og þar fram eftir göttunum. Og þetta eru bara svona litlar hespur sem ég fallegar, skellt í póka og byrjaði svo bara og það var ekkert svona sérstakt system á þessu. Og svo í restina þá lykkja maður bara saman og þá maður komið þennan fína kraga sem ættir að koma sér vel. Getur verið svona semi-gríma, ef þarf. Þannig að þetta var bara, þetta er geggjað svona ferðalaga prjón, því að þetta er ekkert, og ég notaði hérna Stephen Weaven aðferðina í hvað skiptið þannig að ég þurfti ekki að ganga frá einum endum í restina og þið getur fundið þá aðferð bara, held minni með allavega á YouTube-rásinni hans og mögulega í highlights inn á Vestnits á Instagram. Finnst það ekkert ólíklegt. Og svo svona í einhverjum af nýrri uppskriftunum hans þá er hann líka með linka á þetta Stephen Weaven dæmi. Sem að gerir svona afgangaverkefni mjög auðveld þar sem maður er að skipta oft liti. Þannig að þá fer þessi í gagnið. Síðan gerði ég hérna peysuna Treysta eftir Jennifer Stengas úr þessu gafni. Ég þarf alveg stólið úr mér hvað það heitir. Hérna, já, þetta er Tuku Wool sokk, grófleikinn. Og hérna, og ég með alla sömu litina og ég peysunum með hvíta í aðalitinn og þetta er sama og með
með hitt og þetta likkja saman. Nú hérna voru 300 lykkjur sem þurfti að likkja saman. Það tók tímanum 2. En hérna treystapeysan er svolítið flegin. Þannig að þetta og það sem ég hef hugsað mér að nota þetta svona í ferðalög og svoleiðis og þá er þetta geggjað til þess að skýla því sem að peysan skýlir ekki. Og þetta er úr nýju uppskriftabókinni hennar Mínu Philip, The Knitting Expert, sem að er öllum hérna svona hálskraga og þau eru öll unnin upp úr perkneskum teppum, munstrum í perknesku teppunum af því að hún á ættir sínar að rekja til Íran og er náttúrulega og er bara innblásin af þessum fallegu skrautlegu gólfteppum sem þar eru ofin og gerð. Þannig að þetta er náttúrulega bara hörkustykki, sko. Þetta er alveg ábyggilega hátt í 300 grömm, svona kannski 250 grömm í þessu. Þannig að þetta er alveg sjóðheitt, sko. Og ég minnir að ég hafi notað, þetta er ekki hérna, þetta er sérst í tölvunni hjá mér, upplýsingarnir hvað prjónastar ég nota. Ég notaði örugglega samt bara 3,5 eða 3,75 eins og ég notaði í peysuna því að mér fannst það efni koma fallega út. Og þetta sést hvítur grunnlitur og svo eru 3 aukalitir. Ég er rosalega ánægð að vera búin að ná að gera eitt úr þessari bók hennar af því að hérna, þetta er rosalega, hún er rosalega mikill svona tölunörd og hefur óbúslega gaman að gera uppskriftirnar þannig að maður geti nota hvaða grófleika gagni sem er í þetta og hún bara svona leiðir mann svolítið í gegnum það hvernig þetta virkar allt saman. Þannig að hérna, já, þannig að ég bara mæli með að kíkja á, hún er með þetta, það er hægt að fá bókina núna sem e-bók á Ravelry og á með minnir líka inn á Mina Makes hjá Etsy og einhver annar svona uppskrifta vefur þar sem að þeir sem geta ekki lengur nota Ravelry geta farið og keypt uppskriftina þar. En allavega undir The Knitting Expert á Instagram og Ravelry er hægt að skoða myndir af öllum þessum hálskröfum og útgáfunum af því og svoleiðis og bara mjög skemmtilegt hjá henni. Síðan er ég bara búin að vera að vinna síðan síðast. Ég náttúrulega kláraði þessa 2 hluti og svo er ég bara búin að vera að vinna í heklaða teppinu mínu og tók að mér smá verkefni fyrir Steven sem ég má sýna ykkur sem er sýnishorn. Og svo er ég ennþá svo er ég svona tutlast í flóð og fjöru sjalinu. Og hérna, ég man ekki, ég held ég sé að verða búin með þennan part af sjalinu. Síðan fara að kemur einhver önnur aðferð til þess að halda áfram með það. En mér finnst þessi litir, þetta bara trublað hjá henni, Hexex. Þetta var einum áskriftaklúbnum í Garðbúð Eddu. Þetta bláa hennar, þetta er svo passlega mikið blátt fyrir mig. Og ég ætla alveg pottitt að setja eitthvað geggjað kögur á þetta. Hvaða, það eru fullt af uppskriftum auka uppskriftum að þvælast með. Jæja, taka það kannski úr. Hérna er mynd með kögri og án. Kögur alveg trillt, sko. Þannig að ég mun pottitt gera það. Svo er það teppið á hjónarúmið og
það náttúrulega endar með því að þetta verður svona hálfgert þyngingateppi eins og svo vinsælt að sofa með í dag. Þetta verður alveg massíft sko, að því ég prjóna þetta tvöfalt með alls konar fingering, grófleika af afgöngum og svo alltaf hvítt með fabelinu á 6 mm heklunál. Og það orðið 50 cm en í þungt. Þannig að þegar við nú fyrir að draga fram sumarsængurnar og getum ábyggilega verið með þær bara svo í allan vetur þegar þetta teppi verið tilbúið og getum látið það bara liggja ofan á sumarsænginni og þá fáum við þynginguna og hitan. Þetta bara, elska þetta. Ef ég mætti ráða þá ég bara vissnast í þessu en þá sjálfsagt ég fljótleið. En ég líka, þetta sérst, ég var að gera 2 svona nýjar og þetta það sem ég á upp undir í bili og þar svo fara þá að gramsa aftur í smáhjáspónum mínum til þess að búa mig til meira af afgöngum í þetta. Þess að fara til hliðar hérna. Ég reyndar tók mig til og ég átti svo mikið ólituðu garni og mér vantaði garni í ákveði verkefni. Og fyrst ég var búin að rífa fram, fara út skúr og ná í allt litunardótið, þá bara dreif ég í því að lita garni sem ég átti. Það var svo sem slattaði af mínihjöspum hana en það var svo sem já, ég veit ekki hvað ég gerir úr þessu, það kemur bara í ljós seinna. En ég sýni ykkur svo garnið sem ég var sérstaklega að lita. Ég að gera sérst Rockefeller sem sýnishorn fyrir Stephen. Og þetta úr svona litaskiptu garni, sérst aðalliturinn Westwool Bicycle Aubergine. Og bara þetta alveg í topp 5 þetta Westwool hjá mér sko, ég elska þetta. Og svo ég að vinna í fyrsta skipti með garn sem heitir Lilum Hand-Dyed Natural Yarns og þetta litað í Ungverjalandi og það eru 500 metrar í 100 grammanum, þetta 100% meira en öll. Þannig að þetta svona aðeins fíngerðara en hefðbundið fingering en það bara svínvirkar og það byrjar sem appelsínugult og færi sig svo smám sem að næri þessu fjólubláa. Ég svona komin í þetta bleika núna og þetta bara mjög næs prjón. Það lengist smám saman í umferðunum og það alltaf ein umferðin með aðalitnum sem brugðin, 1 af 4, þannig að það nú ekki svo nógið. Maður lifið það alveg af. Þetta svona eins og falleg kvöldsól eða sólarupprás. Og þetta ég að dunda mér í líka. Og bara elska þetta. Ég ætla aðeins að setja ykkur á pásu, ég ætla að ná í eina bók. Málið nefnilega að það ein sem að verða á stórafmæli í haust og óskaði sérstaklega eftir Striped Asian. Þessu og hún vildi fá litina í þessum dúr, sem sagt gulan, gráan eða silfran og bleikan. Og það var það sem ég var að brasa við að lita. Þetta allt svolítið sterkara heldur en í uppskriftinni en hún púlar það algjörlega. Þannig ég hlakka ógeðslega til. Þegar ég búið með græsleirinn þá fer þetta síðan næst á prjónana en það liggur ekkert á því af því að það ekki fyrir í október sem það þarf að vera tilbúið. Og
Og þetta er móher, ég var að lita móher í fyrsta skipti og það er geggjað. Það tekur svo sjúklega vel litinn. Það er alveg, sýn ykkur hérna gerði ég svona marglitað og svo gulan og törkis. Þetta er alveg geggjað. Úkslega gaman að lita gat. En það er svo sem ekki eitthvað sem ég er að fara að stunda nema bara svona fyrir mig. Gaman að þegar maður finnur ekki kannski endilega það sem maður er að leitast eftir að geta bara skutlað í þvottana sjálfur og græja það. Og það sem er á döfinni, það er náttúrulega bara að klára kræslerinn og flóð og fjöruna. Teppið er náttúrulega bara svona langtíma. En er samt svona með í stuði þá er ég að vinna jafnt og þétt í því. Og svo er það að fara fyrir þetta sjál, Striped Asian. Og svo eru örfáir pokar með verkefnum. Póki með verkefni sem ég held að ég sé búin að gera. Ekki? Jú. Tuku. Já, ég kláraði hvíta í þessu af Tuku ullinni og gæti redda mér með þessu Kamarós til þess að klára. Já, samt, og ég hugsa að ég geri húfu úr afgöngunum, sko. Til þess að fullnýta þetta. Þannig að þetta má nú svo sem alveg er núna í töskunni áfram. Þannig að þetta er það er kannski verið með ráðum gert. Það er sem sagt 1, 2, 3, 4 peysur sennilega, sokkapoki, húfa, annað teppi, sjal. Þarna er svona karfa með gjafaprjóni. Eða svona einhverju, já. Þetta er ekki svo nægið, þetta hefur alveg verið svartara, sko. Þannig að það, já, ég er bara ánægð með þetta. Já, þannig að þetta er það sem er helst í gangi og ég var að nefna við einhvern veginn, ég væri ekkert svona einhverju, ég held ég að tala um það líka í síðast þætti, ég er bara alls ekki eitthvað trillt í að fara að fitja upp á einhverjum milljón nýjum hlutum eins og ég ger stundum. Svo getur það breyst á augabragði. En við sjáum bara hvernig gengur. Og hvað datt í pokann? Það var að koma áskriftarklúbburinn síðasti. Og það er sem sagt hespa af Merino Silk DK frá Vatnsnes og svona lítil hespa græn með og það er að gerð uppskrift þetta eftir Eddu sem hafa svona hálskrægi og þá er þetta hugsað sem snúranían, minni mig að ég hafi lesið rétt og það eru kaðlar í þessu þannig að það er kaðalprjónn með og svo svona fallegt framvindumerki og prjónamerki og svo var eitthvað geggjað handgert svona þristasúkkulaði líka. Þetta er alveg sturlað, fallegt. Þannig en eina sem að ég er þessa áskriftarklúbba sem ég er búin að vera í og eina sem ég er búin að gera á gatninu er húfan úlfurinn Siggu og svo flóð og fjöru. En það eins og ég segi, það er engin skylda að nota þetta. Nú svo keypti ég með þessa 52 vikur af sjölum og ég skal nú bara viðurkenna það, ég er ekki búin að skoða hana neitt sérstaklega vel. Ég er svona að passa mig að vera ekki, að æsa mig ekki eitthvað ómikið, af því ég veit ef ég fyrir að rýna í þetta þá
geti ég mögulega truflast og fitjað upp á 27 eða svo. Og það má alveg. En þangað til ég opna hana þegar mér vantar eitthvað, mér vantar andan. Ég á líka sokkabókina. Mér finnst þetta bara svo fallegar bækur. Og ég hef búin að setja svolítið af svona mínum fallegustu prjónabókum inn í glerskápinn í stofu, glerskápinn sem var alltaf hérna fyrir aftan mig. Hann er bara orðinn að svona hillu fyrir fallegar handavinnubækur og smá skraut og hraunmúla frá góðstöðunum. Við hjónin töltum þangað daginn. Geggjað. Förum búið þetta aftur. Þetta var æði. Og það sem við erum búin að vera að brasa er náttúrulega bara eins og flestir svona í hálfgerðum voruverkum. Við erum að undirbúa það að það verður að fara að múra og mála allt húsið að utan. Þannig að við erum búin að vera að losa upp hérna gamlan óndan pall frá húsinu svo að múrarinn og málarinn komist almennilega að. Þá ættir að klára að ganga betur frá rennunum á nýja þakinu. Þannig að það verður vonandi farið í það núna á næstu dögum. Já, þannig að við erum bara búin að vera svona svolítið úti að brasa í því. Tókum bílskúrinn, það var svona síðasta svæði sem átti eftir að sortera í gegnum hvern einasta kassa endanlega eftir að við fluttum og við gerum það líka. Þannig að það er komið frá. Þannig að það er svona að við erum búin að fara eina virkilega góða umferð í gegnum allt dótið okkar eftir að við fluttum hingað. Jú, og svo hjálpuðum við systur minni og manninum hennar og að flytja hérna í hús rétt hjá okkur, bara í næstu götu. Og það er frekar stórt hús og er með alveg íbúð á aðalhæðinni og háalofti og svo er kjallari sem var opinn á milli en sonur þeirra ætlar að búa í kjallaranum ásamt börnunum sínum þegar þau eru hjá honum og þannig að það er verið svona standsetja almennilega íbúð þar þannig að við erum heldur betur orðin nálægt hverju öðru hérna ég og elsta systir mín og svo býr dóttir hennar líka skammt frá okkur þaðan og svo sonur hennar í sama húsi þannig að það er æðislegt. Þannig að við hjálpum þeim með það en það er ekki spurning hann mágur minn hann var eins og jarðýta þegar við fluttum hérna inn og vorum aðalega bara 3 saman í þessu ég og Helgi og hann þannig að hann átti það alveg inni hjá okkur að fá hjálp í flutningunum. Já, og svo er bara 2 yngri börnin hjá miðjudóttur okkar eru með RS-vírusinn og stráknum sló niður í nótt og og var að mennast í 40 stiga hita en var aftur orðinn sjálfum sér líkur í morgun en samt með hita og ljótan hósta og litla 6 mánaða dúllan, hún skilur ekkert í þessu hvað hún þarf að hósta voða mikið og gengur illa að losa sig við slímið og svona þannig að það verður svona skoða það eitthvað. Ég er að stand by með að rjúka staði ef það þarf að skuttlast með hana suður í frekari skoðun. En ég vona bara ekki, ég vona að þið nái bara að hvíla þetta allt saman úr sér og maður er eitthvað svo, maður er náttúrulega aldrei spenntur fyrir því að börnum manns þurfa að fara á sjúkrahús og hvað þá núna að því að afsaki. Það er náttúrulega ennþá bullandi COVID þó við séum á góðri leið með bólusetningur og allt svoleiðis. Ég er full bólusett með Pfizer, þannig að það er geggjað. Kallinn er búinn að fara í fyrstu AstraZeneca fyrir svo væntanlega í hina í byrjun ágúst. Þannig að þá erum við alveg færi í flestan, en liggur svo sem ekkert á. Það er ekki á planu að ferðast neitt erlendis á þessu ári. Þannig að, já, ég held að sé bara að reyna að tósa þennan þátt upp í 5 mínútur. Það er að takast.
núna. En ég bara, ætla að halda áfram að vinna í mínum þessum 3 aðalverkefnum. Og svo svona, þegar leið og eitt klárast, þá kemur annað inn. Ég held ég þurfa að fara að fá mér meira kaffi. Ég var á svaka strembinni crossfit-æfingu í morgun, þannig að maður svona pínu lúin eftir það. En ég bara sé ykkur að öllu líkindum eftir 2 vikur og þangað til óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnuvikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.